þetta stórt svæði sem þið þurfið að smala? Það bara lokugirðing frá Krýsuvík og yfir í Sog sem kölluð Seldsvellina, Hamradalina og niður fyrir Skála-Mælifell og alveg niður á Suðurstrandarveg. Það er svæði sem við þurfum að smala og gengur oft ekki mjög vel. Hvernig gekk þetta hjá ykkur núna og hvað tekur þetta langa tíma? Þetta tekur svona 4-5 tíma ef það er gott veður. En við hefum alveg kolsvarta þoku núna, við bara sáum ekki fram fyrir hendurnar á okkur í 2 tíma. Gott í 2 tíma, kolsvarta þoku í 2 tíma, svo byrti bara upp og var bara fínasta veður í restina. Þetta gengur svona misjaflega, sérstaklega neðan frá. Það er mikið hraun þar og erfitt að koma þið niður af fjöllunum fyrir ofan Krýsuvík. Það getur verið svolítið erfitt. Hvað eru þið margir sem eru að stunda þennan frístundabúskap? Já, það er skráðu smalar voru 35. Sumir þurfa að senda 3, sumir 2 og svo eru flestir með 1. Og það er svona, ég veit ekki hvað, það eru svona 3 sem voru með 3 og 2. Þetta er svona 20-30 manns, þetta er náttúrulega í Keflavík líka, Vogunum og Ströndinni og Garðinum, það er komað í Garðinum líka. Og hvað er þetta margar rollur? Ég get nú ekki sagt um það, ég er ekki með tölun á því. Þetta getur verið svona 400-500 rollur núna. Ég bara þó ekki að segja það. Það er Bjarmalandsbóndinn. Hvað segir Bjarmalandsbóndinn? Hvernig gengur þetta? Þetta gengur bærilega þrátt fyrir vont veður. Þetta lítur ágætlega út. Hvað er þetta mikill búskapur hjá þér? Þetta er nú, já, getur nú alltaf kallast búskapur. Þetta eru 7 kindur. Við erum saman í félagi 2 með, telur 30. Þannig að það er alltaf eitthvað til á grillið? Já, alltaf eitthvað til á grillið. Hvernig er að standa í þessu? Segðu mér aðeins frá því. Hvað fær menn til að fara í svona frístundabúskap? Þetta er nú sennilega vitlausasta áhugamál sem hægt er að hugsa sér því að þetta er náttúrulega bæði óheyrilega dýrt, svona lítill búskapur og mikil vinna en þetta er bara gaman. Þetta er fyrst og fremst gaman. Þetta er mjög gefandi og ánægilegt að vera í kringu þetta sko, búskap. Hefurðu mikla reynslu af þessu? Já, ég er búinn að vera í 20 ár, já, 20 ár með kindur. Og margar? Það hefur verið svona kringum 10, það hefur verið núna 2 ár, 6 og 4 í vetur og verður kannski með þær áfram í vetur. Og hérna í Grindavík? Já. Ég er fæddur og uppalinn hérna. Þetta er heilmikil vinna yfir vetramánuðin að standa í þessari útgerð? Nei, ég segi það nú ekki. Það þarf að sinna sig og einu sinni á dag. Það er ekki meira. Hvernig gekk svo smalamennska núna? Hún gekk ekki nógu vel. Ég er með 4 og ég er búinn að finna eina bara með 2. Þú gæti þurft að fara aðra umferð? Já, það var þetta. Við fengum á okkur þoku og það slapp ábyggilega eitthvað talsvert. Já, við söfnum þau saman í hólf á smaldegi. Svo rekum við af stað klukkan 8 eins og í morgun, þá rekum við af stað klukkan 8. Við erum konur hingað klukkan 1:30 og stoppum 4 sinnum á leiðinni til þess að þétta hópinn. Og það gekk bara mjög vel að reka núna þó það hafi verið svona lengi. En þetta er bara gaman. En þið getið þurft að fara aftur og það kannski er eitthvað svona eftirlegu kindur? Já, ég held að segja fleiri eftirlegu kindur núna heldur en í fyrra til dæmis.
Það var sko þokan núna, þegar hún skall á þá erum við byrjað að reka. Við tínum bara kindunum, við sjáum það ekki verið framan á. Og þá hverfa það bara. Og eitthvað út í bláinn. Hvernig vinnan í kringum þetta? Hvað eru þið að gera? Við náttúrulega þurfum að gefa þess allan veturinn og svo kemur að sauðburð á vorinn og já og hérna svo þarf að græja það og koma þessu svo í fjallið og svo ná ég þetta aftur og já og koma í sláturhúsið og það allt saman. Svo er að njóta ávaxtanna þegar líður á veturinn sko. Þetta er gefandi? Þetta er gefandi, já.